Góðan daginn, elsku vlogg og velkomin aftur. Mér líður svo sé, eða það mjög langt síðan ég tóku. Svo sést, þá ég ekki að taka þátt í vloggmas lengur. Og ástæðan fyrir því basically bara svo að ég bara búin að vera lasin allan desember. Ég var lasin alla fyrstu vikuna. Náðu sem betur fyrir að setja upp 3 vídeo þá að ég var búin að pre-recorda. Ég ætlaði síðan að byrja að posta í þessari viku. En svo var ég bara aftur, ég var með svo mikið svona, ég veit ekki, eftirkvæsti eitthvað að þessari flensu. Þótt að ég sé hætt í vloggmas sem þetta posta hverjum degi, þá ætla ég samt að halda áfram að reyna að gefa ykkur allavega vikulegu vídeo og bara eins og ofta ég næ að taka upp. Vonandi bara veikinni búin og ég næ bara að byrja að spamma núna aftur. Og fyrsta vídeoð á mér tilbaka í bústað, eins og sést hérna á fallega bakgrunninum og fallegu birtingunni. Það ég mætti í sumarbústað. Við vorum bara að mæta fyrir svona 40 mínútum. Hæ! Þessi mjög glaður að vera komin. Gaman í sumarbústað? Já! Sérstu mínu fjölskyldan að ætla að koma í kvöld. Já, við ætlum að vera þarna næstu 2 daga og ég ætla að reyna að vlogga eins og ég man eftir að gera. Og gefa ykkur vonandi skemmtilegt. Þetta gefur ykkur smá hástór á bústaðnum. Maður lapsast hérna inn, smá fatahengi. Hérna herbergi 1 sem við ætlum að leyfa þeim að gista í. Jesús, Oliver. Beint hlinn og því herbergi 2. Við ætlum að taka það á okkur. Það aðeins minna rúm og koja. Ég hugsa Oliver svo bara hér í nótt. Svo kemur baðherbergi hér. Við komum okkur inn að fyrir. Þannig hurð út. Vindur á pall. Við erum að láta renna í pottinn. Hérna aðalsvæðið. Brynjar Birgisson. Hérna eldhúsið. Við fórum í búð á leiðinni og fylltum ískópinn. Í kvöld verða hamborgarar og á morgun verður grillveisla með kjöti. Alls konar drykkir. Svo keyptum við alls konar mönns. Þannig að mönnskúfan okkar. Og það verður ástasátt með þetta. Og svo það sem svo sniðugt við þessa bústaði. Hérna getur við farið upp á loft. Ég held ég hafi gefið bústaði þetta áður einhvern tímann í einhverju vloggi. En hérna svona barnaherbergi og það hægt að sofa hér líka. Þannig að hér alls konar svona dót. Þannig að maður þarf ekki að dröslast með ógeðslega mikið með sér. Við erum sérst í stéttarfélagsbústað og já, þetta mjög kósí og þetta 3. skipti sem við komum hingað bara innan við ári þannig við alveg bara rötuðum hingað mjög næs. En það sérst 2 stéttarfélagsbústaðir hérna hlið við hlið og þeir líta alveg eins út en einn lifir gæludýr og einn ekki og við höfum alltaf verið með gæludýr og við höfum alltaf tekið Lúlla með okkur en hann var ekki laus núna. Þannig að við erum í heinum bústaðnum og hann svona aðeins öðru sér en hann basically alveg eins. Hvað glemdu að setja símann? Glemdur að setja símann? Já. Klukkan korter yfir 9 og ég að leka úr þreytu og ég ætla bara að þrífa mér andlitið af því, já, ég örugglega að fara að sofna bara. Oliver ennþá vakandi, honum finnst alltaf gaman þannig að hann vill ekki fara að sofa en Ásta á leiðinni þannig að ég, mér langar að bíða eftir að hún komi og ég ætla líka, kannski þarf hún eitthvað hjálpa að finna þetta. Þannig að þegar hún kemur þá mun ég bara sofna. Við erum með svona eitthvað planað á morgun. Við ætlum að hafa brunch of course í fyrramáli, típiskt bústaðar brunch. Svo hérna sveitabær hérna rétt hjá sem heitir Efstidalur og við kíkjum alltaf þangað þegar við erum í bústaði hérna að því þetta bara ekki kósí. Þau eru með mat og ísbúð og þau eru með svona þannig að þú getur setið hlýðan á svona gluggum sem inn í svona fjós. Og Oliver finnst alltaf ekki gaman að sjá, kýrnar þegar hann að borða og eitthvað. Finnst þið gaman í sumarbústað? Já. Hvað finnst þið gaman að gera? Lofti. Hæ? Upp í lofti. Upp á lofti. Finnst þið gaman að vera upp á lofti? Já. Viltu segja góða nótt? Góða nótt. Góða nótt.
Já, meira hérna núna. Já, norðurljós. Vá, nú eru þau að verða bjartari. Það er alltaf norðurljós þegar við erum í þessum bústað. Já. Ok, þau eru að verða bara meira og meiri. Já, shit. Góðan daginn. Klukkan er að ganga 9:30 og við sváum alveg til 9. Við fáum við smá morgumat og svo ætlum við að gera brunch. Kannski eftir svona klukktíma. En Óli verður bara að leika með skógjöfina sína. Hvað vext þú í skóinn? Epli í skóinn. Þú vext epli í skóinn? Já. Það er ekki satt. Viltu banana? Já. Strákunni fengur báðir svona segulkubbabíla, 2 á mann og svo geta þeir byggt ofan á með svona segulkubbum. Hver kom með gjöfina? Jóla. Nei. Jólasinn. Já, hvað heitir jólasveinninn? Hver er númer 2? Giljagaur. Giljagaur. Ó, þetta er actually barnahús. Ég held að þetta væri eitthvað svona viðgerðarskúr. Einu tehús. Þetta er þrjóðsveitinni. Já. Ok, að ég loka. Já. Skemmtið vel. Bye. Við erum búin að vera út á róla hérna í einhver tíma. Segð síð, Óli. Segð síð. Ætlum svo ástæðar hér. Núna ætlum við að fara á bóndabæinn sem við förum alltaf á þegar við erum hérna. Fá okkur ís. Já, Óli. Veit ekki, ég er alveg ennþá sött eftir sko brunsin. Já, við fyrir bara eitthvað. Fáum okkur bara ís. Kannski ef við verðum svöng þá borðum við líka hádegismat. Já. Sérstu hér. Það er bóndin hana. Má ég sjá ísinn? Þetta er hafni. Er þetta hátt niður? Við ákveðum að kaupa bara ís fyrir strákana en fara með hann upp. Það er líka hægt að horfa svona, það er líka hægt að horfa á mömmu hérna uppi. Og við ætlum að fá okkur að borða. Við erum með svona súpbuffet og það er by the way engin hérna. Ég ætla að fá mér tómatsúpu og svo eru þau með kjötsúpu og brauð. Ætlum ekki að smakka svona kókosbóti hér. Herðu, þetta er minn. Viltu smakka? Já. Þetta er hvítan súkkulaðís. Ég er að byrja. Skál. Brynjar þurfti að kaupa nýjan ís fyrir mig af því Ólafur vill ekki gefa mér minn. Við erum að greiða kvöldmat og ég ætlaði að gera svona bruschetta. En þessi er alveg bara ógeðslegur. Það er svona sé runnin út, en hann er það samt ekki, en það er ekki gott ræðanum. Þannig ég ætla að setja bara tómata. Elskar mig fyrir að elda. Þú og Andrea eru hérna geggjuð eldhúsinu. Það sem það eigi að vera. Það er eitthvað svona tricks að skera svona kartöflu. Klukkan er að ganga 9. Ég er búin að vera með svo mikið bakflæði og bara svona ógeðslega sött eftir matinn. Við sérst grilluðum kjöt, kartöflu og sveppi og svo gerði ég hann að bruschetta. By the way, þetta var bara osturinn, mozzarella osturinn, hann var bara ónýtur sko. Bara ógeðslegur, kannski líður mér svona illa út á húnu líka. Það er grænmetisæta, en ég hef verið að fá mér steik svona þegar það er í boði, en þá get ég samt bara að borða nokkra bita. Það er nóg fyrir mig og í kvöld var það bara eitthvað svona too much for me. En við eigum sko ógeðslega mikið mönns, þannig ég er bara eitthvað svona, mér líður sem ég þurfi að vera mönsa í allt kvöld. Þú veist, við ætlum að reyna gera eðlu og eftir og eitthvað. En við erum að spá sko að taka blöðkast þarna bingóið. Við erum búin að spara það núna, við erum 13 þætti inni. Þannig að taka það, bara verið kósí, ég er að leka úr þreytu. Ég er alltaf svo þreytt á kvöldin. Ég er komin í svo mikla bara upp í rúm snemma rútínu. En já, svo bara heimför á morgun.
veit ekki alveg hvernig við þurfum að skila bústaðnum á okkur, ég held að sé bara í hádeginu. Jæja, við erum komin heim úr bústað. Við lögðum alveg frekar snemma af stað, við fórum alveg í hádeginu. Já, við vorum held ég komin í bæjum bara 1 eða eitthvað og við fórum beint í Smáralindina og prófum nýju mathöllina sem geggjuð, hún svo kósí og góð matur. Og ákveðum bara að nýta ferðina í smá jólashopping, þannig að við komum bara beint úr bústað og fórum í Smáralindina í stús. Já, nú erum við bara komin heim og þetta er bara mjög kósí og næs helgi og strákarnir skemmt sér mjög vel. Ég ætla að enda þetta vlogg hér. Ég kom vel að bella kveðja ykkur. Sjáumst vonandi bara bráðum. Það er alveg eitthvað skemmtilegt á dagskrá hjá mér á næstu dögum, þannig að ég reyna að taka ykkur með og endilega setið like ef ykkur fannst þetta skemmtilegt og sjáumst næst. Bye!